En Gunnar Tryggvason, verkefnastjóri hjá KPMG, hefur undanfarið rýnt í raforkumarkaði og ætlar nú að greina frá niðurstöðum þeirrar vinnu. Gjörðu svo vel, Gunnar. Takk fyrir. Iðnaðarráðherra, kæru gestir. Það gerist núna bara fyrir rúmri viku síðan á þýska raforkumarkaðunum að verðin urðu negatív. Voru 130 evrur á megavattstundina yfir nokkra klukkutíma á sunnudegi eins og þetta gerist yfirleitt á sunnudögum þegar að þann daginn þá blés vindur vel í norðurhluta álfunnar og var góð reyndar sólskin í suðurhluta álfunnar þar sem sólarrafhlöðurnar eru og verðið var sem sagt mínus 130 evrur, þar að segja að þeir sem notuðu orku fengu greitt fyrir það og þeir sem framleiddu orku inn á kerfið þurftu að greiða fyrir það. Þetta í sjálfu sér ekki stóra fréttin því að fréttin var eiginlega sú að þetta að gerast tíðar. Í fréttinni sem ég var að lesa kom fram að þetta gerðist 25 sinnum í fyrra á þýska raforkumarkaðunum versus að það hefur gerst 5 sinnum árið 2011 þannig að fjölgunin eða tíðnin hefur aukist 5-falt. Þetta ætla ég að reyna að skýra eða hvað liggur hér á baki og hvaða áhrif þetta hefur til dæmis á samkeppnisstöðu íslenska iðnaðar, þær breytingar sem hafa verið á evrópska raforkumarkaðunum undanfarnu. Og einhverju leyti komið fram hér í erindinu hans Kelly frá CRU að raforkuverð í okkar samkeppnislöndum hefur lækkað, nánast hríðlækkað á undanfarnu. Og ég vil bara að það komið fram sko að þetta eru ytri breytingar, þetta varðar ekki ákvörðun íslenskra stjórnvalda eða ákvörðunleysi íslenskra stjórnvalda, heldur þetta bara ytri breytingar sem við verðum að fylgjast með og hefur bersýnilega áhrif á okkur eða okkar iðnað. Þegar við tölum samkeppnishæfni eða við tölum samkeppnisstöðu, sérstaklega við notum þetta flókna hugtak samkeppnishæfni, þá erum við að gera okkur grein fyrir því að það bæði verið að tala tölulega magnbundna hluti eins og hér koma fram og ómagnbundna eða kvalitatíva hluti eins og til dæmis menntunarstig og þess háttar. Og þegar við erum að tala þá hluti þá skorar Ísland yfirleitt mjög hátt því að það hvergi betra að reka áliðnaðinn á Íslandi eða fáum stöðum af þeim sökum því að við höfum hvergi heiminum kannski þétta þekkingu á þessum geira orðið í dag en á Íslandi. Það hvergi heiminum eins þétt þekking á rekstri álvera eins og bara í okkar litla samfélagi á Íslandi. Og þar af leiðandi sko þegar menn að leita sér staðsetningar þá það ekki spurning lengur fyrir þennan iðnað eða hliðariðnar eða skyldan iðnað eins og aðra málframleiðslu. Að það engin spurning að umgjörðin á Íslandi mjög góð. Hins vegar eru þessi magnbundnu hluti sem ég ætla að fjalla hér og ég gerði það ásetti ráði að setja hérna fram þessar kostnaðarliði á mjög grófan hátt af því ég vissi að hér í salnum eru fólk sem eru miklu meiri sérfræðingar í þessum tölum en ég og færi þá ekki að rífast við mig hérna eftir á að þetta væri ekki alveg upp á komu sko. En þetta eru mjög grófar nálganir af svona meðaltölum hvernig kostnaðarliði álframleiðslu í heiminum skiptist. Við sáum tölurnar frá CRU áðan, ég bendi ykkur á það voru það voru sem sagt business cost sem sem sagt án fjármagnskostnaðar, hann hér inni og þar alveg lækka hitt á móti. En samkvæmt þessu þá hráefniskostnaður sem aðalega súrál og kolefni stór hluti, en hráefni eru sem sagt world commodity, þetta sem sagt eru á markaðsverðum, heimsmarkaðsverðum og allir borga sama verð, þannig að það hefur ekki áhrif á samkeppnisstöðun eins í sjálfu sér. Breytingar á hráefnisverðum hefur í sjálfu sér ekki áhrif á stöðu á millilanda. Eina sem getur breytt þar í sjálfu sér eru tollar á þessi hráefni og yfirleitt eru lágir tollar á hráefni. Ég held að við til dæmis tollum ekki súrál, Evrópusambandið gerir reyndar 4-5%, það breytir ekki öllu. Fjármagn stór kostnaðarliður af því að hér bæði við að tala lánsfjármagn og kostnaði við eigin fjármagnu og þar raun og veru bara, þar hefur áhrif sem sagt svokallar landsálag eða hversu áhættusamt fjármagnun aðalega meta landið
Ísland í tiltölulega góðum málum þar en við samanburðarlöndunum okkar í Evrópu erum við kannski ekki sérstaklega góðum málum, þó batnandi sífellt núna. Vinnuafl, svipað sögu, við erum með dýrara vinnuafl heldur stærstu hluti heimsins en ódýrara heldur en kannski Evrópa og þarna viljum við í sjálfu sér, stjórnarmenn á Íslandi eiga vilja að þetta sé stór kostnaðarliður, við viljum hafa dýrt vinnuafl á Íslandi á lokum. Flutningur sá kostnaðarliður sem kannski vestur fyrir Ísland vegna staðsetningu okkar, því að við þurfum að flytja öll hráefni langt að og afurðirnar okkar tiltölulega langt á markað, en ég vildi sýna hér að hann vegur frekar lítið. Þannig að eftir stendur raforkan og það kom fram í erindi Kelly hérna áðan að breytileikinn milli aðila í greininni væri skýrður að 2/3 leyti af raforkunni, raforkukostnaðinum. Og raforkukostnaðurinn skiptir í tvennt í sjálfu sér. Það eru öflun raforkunar sjálfrar sem hérna lengst til vinstri og svona lítur íslenska orkukerfið út í grófum dráttum eftir uppskiptinguna sem byrjaði með innleiðingu tilskipunar 2003 og stofnun landsins 2005 og svo erum við að sjá núna, erum við svona taka síðustu skrefin í fullkomna aðgreiningu sérleyfisþátta og samkeppnisþátta. Og það raforkuvinnslan hér lengst til vinstri, þar sem Landsvirkjun náttúrulega langstæðist eins og við vitum og með samkvæmt síðustu tölum 71% af raforkuvinnslunni cirka. Og Landsnet sér alfarið flutningin og bara náttúrulega einangunarstöðu. Og það þessi tveir kostnaðarliðir sem við ætlum að skoða. Stórnotarnir eru hér þessi 5 aðilar sem taldir upp hér en þeir eru náttúrulega fleiri á leiðinni eins og við vitum. Það eru 2 í uppbyggingu og 2 önnur verkefni í þróun. Ég ætla að fjalla hvort tveggja, bæði flutningin og raforkuvinnsluna og í þessum samanburðarlöndum okkar. Og ég ætla að byrja á flutningskostnaði og það fyrsta sem maður átt að sjá þegar maður fer að bera saman flutningskostnað milli landa að það ekki hægt að bera saman flutningskostnað milli landa. Það svona nánast ómögulegt en það samt þess virði að reyna og fyrsta sem maður rekur augun í að það eru til samtök sem eru samtök flutningsfyrirtæki í Evrópu, en svo þau birta þennan samanburð. Hann gefur ekki sérstaklega skýra mynd. Þetta eru meðaltöl frá því fyrra. Þetta eru meðalkostnaður hverra megavastundar í hverju landi fyrir sig. En þá þarf að byrja að skýra út mismuninn og hann kemur til vegna ýmissa hluta. Og Ísland kemur þarna ekkert sérstaklega illa út heldur en ekkert vel miðað við Noreg heldur sem svona okkar kannski stærsta samkeppnisland svona í Norður-Evrópu í stóriðinni. En í Noregi eru hluti tekna Statnett eru svokallar stíflutekjur congestion revenue sem sagt tekjur flutningskerfisins að flytja orku milli verðsvæða. Og stærsta tekjulitið þar náttúrulega sæstrengunin þeirra til Norður Hollands, norðanstrengurinn, en líka milli verðsvæða innanlands því að í uppboðsmarkaðinum norska eru 4 verðsvæði ef ég man rétt. Og þessar stíflutekjur eru stór hluti af tekjum Statnett og veldur aðeins og skýrir töluvert þennan mun sem sýndur þarna. Nú í Þýskalandi þurfa eða þeir sem tengjast netinu að borga fyrir varaafl að því Þjóðverjar hafa byggt upp mikið af óáreiðanlegri orku, óáreiðanlegri umhverfisvænni orku eins og sól og vindi sem þá veðurháð og á móti henni þurfa grífilegt varaafl. Og hérna á Íslandi þurfum við lítið varaafl, mjög lítið hlutfallslega. Og líka þar eru dýratengingar svo sem við vindgarða á sjóutíð. Þetta eru svona skýringarnir sem eins og gefur vel annars í nýjustu skýrslu sinni. En hafandi sagt þetta, þetta bara meðaltöl, að þá skoða ég eitt dæmi, bara ímyndað dæmi, því að það hefur gerst í Noregi að þeir innlautu svokallan stór notenda afslátt í gjaldskráni sína hjá Statnett. Og við reiknuðum bara
ímyndað 500 megavatta álver, hvernig það kæmi út með gjaldskrá Landsnets og hvernig það kæmi út með gjaldskrá Statnett. Og niðurstaðan er svo að vegna þessa mikla stórnotanda afsláttar í Noregi að þá er munurinn svo mikill að maður fór að efast að þetta veri rétt reiknað og bárum það bara undir þá sem að þetta vel á og staðfestu það þetta væri næri lagi. Það er að segja að það er nánast þrefaldur munur á flutningskostnaði þessa ímyndaða dæmis og það kemur til vegna þess að 2005 innleiddu þeir nýja gjaldskrá sem að veldur þessum 90% stórnotanda afslætti hafandi sagt að þetta er 90% af útmötunargjaldinu, það er að segja það er tvískipt í Noregi, það er bæði orkufyrirtæki sem greiði fyrir innmötun og úttæktaraðilinn greiði fyrir úttekt. Á Íslandi er það bara notandi sem greiðir, en það skiptir það ekki öllum máli. Við hljótum að trúa því að orkuverið komi á lokum kostnaðarnir sínum inn í raforkuverði og það er þar væntanlega í Noregi, en við þurfum að passa okkur að taka tillit til þess kostnaðar í þessu samanburði sem sé sanngjarnt. En samt er þetta svo mikill munur og ég hafandi skoðað tekjumörk Landsnet aðeins eða töluvert og ástreikninga þess fyrirtækis, þá get ég alveg fullir það að Landsnet myndi aldrei bera sig ef að þeir fara að bjóða eitthvað slíkt, eitthvað sambarlegt við þetta. Og þá leyfir maður sér að hugsa, algjörlega án ábyrgðar, hvort að þetta sé ekki ívilnandi kjör og hvort að mætti ekki skoða það að í Noregi séu menn að veita keppinautum íslensk iðnaðar ívilnandi kjör. Við vitum það að ESA hefur sett fótinn fyrir ýmis slík íslensk verkefni og maður leyfir svo að spyrja hvort að þetta sé ekki ástæði til að skoða. Nú, þá á stærri kostnaðarlegum sem er raforkukaupin í Evrópu og við vitum það fyrir 5 árum þá var staðan þannig að raforkuverð var hátt í Evrópu. Í sögulegu samhengi, það hefur reyndar verið hærra þá 2008, en fyrir 5 árum, svona 2011, var það ennþá hátt og væntingar hækkanir áfram. Og því ég segi það, þá ég við flestir markaðsaðilar voru þannig og ég er ekki að hnýta neitt sem hafi spáð hækkunum þessum tíma. Það var bara hálfgerð konsensus á markaðunum að það yrðu áframhaldandi hækkanir á raforkuverðum. Við sjáum hérna eitt slíkt graf sem að greiningafyrirtæki hér í bænum birti og þeir voru ekkert öðru sem aðrir. Þetta voru bara spár í Evrópu, svona voru þær. En þetta hefur ekki raungerst og ástæðan er kannski, það er auðvelt að standa núna og skýra það eftir á, miklu betra heldur en á þeim tíma að skýra fyrirfram. Það er mjög gott að spá aftur í tíman. En það sem hefur gerst í Evrópu er náttúrulega fyrsta lagi minni hagvöxtur og hagvöxtur hefur gríðarlega áhrif á orkunotkun, eftirspurn eftir raforku. Sérstaklega í Evrópu sem er mjög var tíma allavega orkudrifið samfélag. Evrópu hefur líka tekist að ná fram meiri orkusparnaði með innleiðingu ýmsa reglugerða. Svo þekktast er Peru-reglugerðin sem er umdeild í Íslandi, en aðra leiðir líka. Hefur líka lokað einhvað af til dæmis álverum og orkufrekum iðnaði. Lægra gasverð hefur líka valdið því að gas var til langs tíma og er alltaf annars lagið, præsetterinn í raforkumörkum, við sjáum það eftir. En svo er það síðasta atriði sem er hröð og hraðari uppbygging grænna orku. Þó græn orka sem miklu dýrari heldur en í Evrópu eins og í dag, heldur en gas og kol, að þá veldur hún verðlækkun á mörkunum og það ætla ég að skýra út hérna eftir. Og það er stóra atriði því að þetta element, þetta síðasta, er líklega langtíma áhrif sem að við þurfum að gæta okkur að skilja og þar er ég líka ennþá hugsið hvort að sé að ræða ríkisívilnun sem að við þurftum við Íslendingar ættum að skoða jafnvel skipta okkur að. En það er þannig að græni markaðurinn Evrópu, hann er drifinn áfram af ríkisstyrkjum eða óbeinum ríkisstyrkjum. Það er markas eða raforkunotendum er ætlað að greiða fyrir, er skylda til að kaupa græna orku. Þessi kerfi eru mismunandi og í Þýskalandi heitir þetta feed-in tariffs og í mörgum öðrum löndum
og þjóður að hafa svona verið hugmyndasmiðnir að því. Í Bretlandi heitir þetta Contract for Differences en í basically þetta er sama kerfið með aðeins mismunandi tvist. Notendur bera á lokum kostnaðinn við uppbyggingu grænu orkunnar í gegnum orkuskatt sem lagður á reikningin eftir á, ofan á það sem við sjáum á uppboðsmörkuðunum. En stórnotendur, þetta er aðalatriði, stórnotendur í þessum löndum eru yfirleitt og nánast alltaf undanþegnir. Þeir njóta þá benefitsis eða vegna lækkunar á mörkuðunum sem sjáum eftir, en þurfa ekki borga álögunar. Það gerir hinn iðnaðurinn. Og á meðan gerist það á gráa markaðunum, þetta er mjög einföldum mynd að kalla orku græna markaðunum gráa markaðun, en það hjálpar aðeins við að skilja þetta, að gráa markaðun er uppboðsmarkaður, þar sem að gætir þessara hliðruna áhrifa vegna græna orku. Græna orkan kemur inn sem ódýrastu orkan, hér sjáum við hvernig framboðsfalli er byggt upp á típiskum orkumarkaði í Evrópu, þar sem að dýrustu breytilegu kostnaðurinn er í olíunni og olíugeneratorinn er aldrei notaður í dag, en gasið þar næst dýrast og svo CCGT sem er svona meira efficient gasturbínur en dýrari uppbyggingu. Kolin, þau hafa töluverðan stóran breytilegan kostnað í för með sér, en kjarnorkan voðalega lítinn og vatnsafl og renewables ekki neitt. Og þegar þessi endurnýjanlega orka sem við sjáum þarna sem er með 0 kostnað er að vaxa og hún er á jafnaði orðin 30% í Þýskalandi í dag en á sömu dögum 100% eins og við sáum sunnudaginn fyrir 10 dögum. Að þá hefur þetta framboðsfall verið fært verulega mikið til hægri að eftirspurnarfallið hafi er á sama stað og skurðpunkturinn er miklu lægri. Og þetta kalla hagfræðingar merit order effekt eða við höfum þýtt svona sem hliðrunar áhrif, grænna orku og veldur stórkostlegum eða, nú ætla ég að fara að vala, veldur lækkunum, það er allir samanlega, þetta veldur lækkunum á raforkumarkuðum sem að allir aðilar njóta en sumir fá skattin ofan á eða flestir nema stórnotendur. Og ég sagði hérna, en dreið allir pakka, þetta veldur verulegum áhrifum og það er það stærst deilan, hversu mikil þessu áhrif veruð. Fyrir 4 árum var álverið lokað í Hollandi og þá fóru hollenskir aðilar að nýti þá þýsku fyrir að undaskilja allan sinn stóra iðnað þessum gjöldum og vildi meina að þetta væri of ríkisívilnandi kjör fyrir iðnaðinn í Þýskalandi en þeim var það ekki ágengt. Þjóðverðinir svöruðu bara með Fraunhofer Institute skilaði skýrslu sem að segir að þessi áhrif ekki stórkostleg, þau eru til en þau eru ekki stórkostleg en svo skýrsla núna 4 ára gömul en við sjáum ennþá aukin áhrif síðan þá. Og hvernig er staðan? Þetta eru sem sagt verðin eins og þau hafa þróast meðal ársverð bara hverjum á Nordpólmarkaðunum og Þýskalandi. Við sjáum að þessi markaðir tengingar á milli þeirra eru aukast og þeir eru farin að flúkta dálítið vel og fylgja stað. Það er reyndar aðrir drifkraftar í Noregi, til dæmis er mjög hefur rigning mikil áhrif í Noregi og þá lækkar verðið, ef það er þurrt í veðrið þá hækkar verðið. En svona jafnaði þá fylgjast þessum markaði töluvert að og við sjáum þessa lækkun frá 2011 og það sem meira er að það er náttúrulega á þessum markaðum eru viðskipti með framtíðarsamninga þó að þeir séu mjög þunnir og geta breyst mjög hratt að þetta er ekki mikil viðskipti að þá er þetta fyrsta signali sem markaðurinn segir okkur að verði mun haldast áfram langt, segir markaðurinn í dag. Það heldur markaðurinn í þessum löndum í dag, báðum markaðum. Og þetta í sjálfu sér ekki sérstaklega góðu frétti fyrir okkur, en við verum að fylgjast með þessu. Og þá er gaman að spá í það hvernig íslenski markaðurinn versus þessi. Og við vitum það að þetta eru raforkusamningarnir á Íslandi. Flestir okkar samningar, eða flest okkur raforka bundin langtímasamningum. Og þetta tilraun til þess að sýna það grafískt. Hérna bæði lengd samningana og stærð þeirra á Austurlandsnásnum og við sjáum náttúrulega langstæðsti samningurinn bæði í lengd og í
afli við Alcoa, en svo ofan á þá við raðað upp eftir þeirri röð sem þeir detta fyrst út og við sjáum þarna tvo efstu, gulu og grænu. Þetta þeir samningar sem núna sem Landsvirkjun endursemja núna og við heyrðum fréttir af því fyrir helgi að samningurinn við Landsvirkjun þarna Norðurál, hann hefði verið framlengdur þá 4 ár og með tengingu við Nordpool-markaðinn. Hinir samningarnir stóru, til dæmis, við vitum að Landsvirkjun Alcoa samningurinn til dæmis alveg stengdur og gamli samningurinn við Norðurál líka og samningurinn áður við Rio Tinto var alveg stengdur en ekki lengur síðan var endursamið hann. En Landsvirkjun hefur gert það síðustu árum, hún hefur gefið okkur meiri upplýsingar tekjur af þessum samningum heldur áður var gert. Og nú svo komið að við sem eru svona number cruncherar og höfum gaman að því að fletta upp og spái, reyna að fá meiri upplýsingar úr því sem að þó borið að borða til okkar. Við reynum að cruncha þessar tölur og nú komin 8 ár af slíkum upplýsingum frá Landsvirkjun og þá eðlilegt að leyfa sér að gera svona aðfallagreiningu og sjá hvernig álverstengingin raun og veru virkar, hvernig tengingin við orkuverðið á milli álvers og orkuverðs. Og nú komin kannski svona tölulega marktæk statistik það því að þetta 8 ár og við getum séð bara út frá þessari einföldu mynd og notabene þarna þarf að gera ýmsar leiðréttingar bara út frá fréttir sem hafa borist. Við vitum það til dæmis, þarna undir samningur við Elkem sem ekki alveg stengdur, hann í norsku krónum og maður þarf að passa okkur á því og þarna að hluta til samningur við Rio Tinto sem var svo endursamið og var fastverð eftir það. En með því að leika okkur með þetta þá sýndist okkur þetta vera samhengið. Það að segja það hallatala þarna upp á 0,012 sem hægt einfaldlega að nota til þess að margfalda álverði með og þá færðu orkuverðið. En þetta eru meðaltöl, bendum ykkur það, þetta var það ekki eina einstaka samninga, heldur bara meðaltöl og ef við notum svo spesifík eða eigin notkun álverða þá áttum við okkur því að þetta cirka 17% af tekjum álverðsins rennur þá til orkuframleiðandans miðað við þetta. Og þá getum við notað þetta til þess að áætla hversu mikið slík álverðstenging hefur skilað í orkuverðin beint ef við notum sömu tengingu og borið það saman við Nordpool-markaðinn. Og við sjáum það sögulega að þá hefði sá sem hefði Nordpool-tengingu haft miklu meiri tekjur. En núna í dag og næstu árum vegna miðað við stöðu markaðarins í dag eins og markaðurinn meta bæði álið og Nordpool-markaðinn að þá munurinn ekki eins mikill og hann að jafna því 15% útspá tímabilið en hafa verið huga að líklega í álverðstengingunum tengdu samningunum flestum flutningur innifalinn en ekki væntanlega ekki gerir það fyrir í Nordpool samningunum sem að Landsvirkjun og Norðurál voru að skrifa undir núna. Þannig að gróflega má áætla að þessi 30% hækkun miðað við markaðarins í dag á raforkuverði þar. En aftur en pointið kannski aðalega það að það forskot sem að Ísland hafði hér áður ekki lengur til staðar. Það miðað við stöðu á raforkumörkuðum í Evrópu. Að lokum þá þriðja kannski ábending til stjórnvalda hvað verið að gera í ívilnunum til greinarinnar, þar að segja áliðnaðarins og stóriðunar í nágrannalöndunum okkar. Það nefnilega þannig að kolefniskostnaður leggst á orkufyrirtækin í Evrópu eftir því sem við blása meir út og þau þurfa að kaupa sér kvóta á uppboðsmörkuðum og verði svona 7-8 evrur í dag. 8 verða miklu hærra en þó 7-8.
til þess að forðast það að slík fyrirtæki sem að þurfa að bera þennan aukin raforkukostnað vegna þessa, því að raforkuframleiðandi hlýtur að koma þessu kostnaði til notandans og lokum, til þess að forða þegar þau flytja úr landi, þá hafa verið skilgreindir sektorar og álið einn af þeim sem kallaður under threat of carbon leakage, eða þess að geiri sem að hefur þá stöðu að myndi að flýja vegna hás orkuverðs og vegna þessa skatts, að þá erum við verð sett gagnvart umhverfinu og útblæsturum ef maður færi til landa sem ekki hafa slíkan skatt og ekki gera neitt í útblæstursmálum. Og það kallað kolefnisleiki ef slík aðgerð, ef menn fara vegna hárra álagna í Evrópu til dæmis og til einhverju landa sem að taka ekki þátt í slíkri baráttu. Og þá eru skilgreindir þessi sektorar og þeim má endurgreiða þennan kostnað. Og að því að þeir eru einhverju leyti að borga fyrir til raforkuverðinu. En nú hefur það gerst að Noregur ákvað að taka upp endurgreiðslukerfið. Í Noregi er ekki mikið gas og kol og mikið útblástur, bara hreint vatnsafl. Ástæðan svo að Norðmenn segja við erum þá vel tengdir Evrópu að verðin eru einhverju leyti að hafa áhrif. Þessi kolefnisgjald í Þýskalandi að hafa áhrif á verð til segjum álvera í Noregi. Og þeir hafa einhver rök fyrir máli sínu, definitely, því að við sáum að það er smá leikni milli markaðar þó að norsku markaðar sé aðeins ódýrari heldur en þýski. En þessi ívilnun ekki á Íslandi og skekkir aftur samkeppnisstöðu okkar, því að það í raun og veru sama hægt að segja Ísland, við erum bara í alþjóðlegri samkeppni og ég bara hvet íslensk stjórnvöld til að skoða þetta líka. Þetta eitthvað sem eðlilegt að Noregur sé með þetta kerfi, ekki það að ég ætla að hafa skoðun á því. Og bara lokapunkturinn sá, ég var að hugsa hérna áðan þegar að í bók Hall Hallssonar upphaf áleiðinnar á Íslandi, þá svo skemmtilega saga sögð af Müller og Mayer sem að voru þá stjórnendur í Swiss Aluminium, sem þá hét Swiss Aluminium, seinna Aluswiss. Þess að þeir voru á leiðinni yfir Atlantshafið í flugvél og væntanlega blanda sér gin í tónik og öðrum verið litið út úr gluggan og það heiðskýrt í Ísland og hann sér alla jöklana og hann svisslendingur, hann veit hvað það þýðir, vatnsafl og þegar þeir lenda í New York þá hafa samband við íslenska sendiráði þar og þeir eru komið samband við Bjarna Benediktsson sem þá var iðnaðarráðherra mjög fljótlega, þetta var á 7. áratugnum og boltinn var að rúlla og enda með samningum álbræðsluna í Straumsvík eins og við vitum. En í dag gerist þetta náttúrulega ekki svona, því að dag höfum við allar upplýsingar og þeir sem að leita til Íslands, þeir hafa allar upplýsingar. Þannig að við búum með upplýsingarsamfélagi, þá mjög mikilvægt fyrir okkur að við sem að vakta samkeppnisstöðuna og þeir sem að leita hófana til staðsetningu nýs iðnaðar séu vissir það að Íslendingar eru að passa sína hagsmuni. Ég er ekki að færa rök fyrir ívilnunum hér, heldur það að við vöktum það að séu ekki verið að brjóta eiginlega á eða að veita öðrum forskott umfram íslenska iðnað. Takk fyrir.